gera í dag að fara annars vegar yfir uppsetningu á prófi og hins vegar yfir lærdómsviðmiðin sem voru sett fram í fyrsta tíma og eru á MySchool. Rated Pen sem skoðuðu einhvern tíma lærdómsviðmiðin. Ok, ekki slæmt. Það bara rúmlega 50%. Námsmatið, þessi einkunnin ykkar út úr námskeiðinu 10% úr suð alveg gjörsamlega óþolandi. Svona, það var spurningin hvort skilgreinir það sem RIDE projektor, það fyrir mér eða það fyrir ykkur? Jú, rétt, náðum þessu. Já, það akkurat málið. Það var greinilega ég sem fékk að ráða. Dæmatímaverkefnin eru 10% af lokaeinkunn og þetta var sett upp sem bestu 10 af 12 en af því að það kom í ljós fljótlega að skipulagið að vera með dæmatímaverkefnin áður en það var búið að kenna seinni fyrirlestur úr efninu var óheppilegt, vægast sagt, að þá verður það bara 11 og þá verður það bestu 9 af 11 en þið fáið áfram 10% út úr þessu. Svo það bara rétt rúmlega prósent per verkefni. Projektin eru bestu 4 af 5, 40% þar. Og ef við lítum yfir hvernig skil þróast almennt yfir önnina, og þessi kurs held ég bara á parið þar, að fyrir þessi 5 verkefni, þá það cirka svona sem skilin þróast. Það sem að þetta skilaverkefni 1 og þetta skilaverkefni 5. Svo það mjög heppilegt að það séu bara bestu 4 af 5. Og það mun ekki duga fyrir alla. Og síðan kemur lokapróf og það að sjálfsögðu bara besta 1 af 1. Ykkar vegna, þá vona ég virkilega að það verði bara besta 1 af 1. Þannig að ef þetta fyrsta gengur mjög illa, þá getum við endað á þessum stað. En þið áttið ykkur á því að endurtektar og sjúkra og endurtektarpróf eru bara fyrir þá sem að A mættu í próf númer 1, endurtektarpróf, og hina sem skilir læknisvottorði. Það sjálfsögðu vona ég bara að þið mætið í lokapróf fyrir klárið þetta og hafið engar áhyggjur. Og raunveruleikinn að þið sem mættuð mjög reglulega í tíma komið mjög líklega til með að gera akkurat það. Þess að það sterk fylgni á milli hærri einkunna og mætingar í tíma. Og þá komum við að hvernig verður prófið byggt upp. Prófið verður náttúrulega að sjálfsögðu bara skelfilegt. Eins og það virðist þeirra nemendur hafi haldið þegar ég sagði ykkur frá því hvernig ég ætlaði að semja lokaprófið, að ég yrði í gráum búning með puttan að klappa ketti við að semja lokaprófið. Það ekki alveg þannig. Vegna þess að ég tiltölulega nýbúin að flytja og ég ekki einu sinni komið með hægindastólinn sem ég ætlaði að semja prófið í upp. Svo ég endaði bara fyrir framan tölvuna. SQL og það sem hangir á SQL rosalega stór hluti af lokaprófinu. Það 60%. Ekki taka þessar prósentur eins og þessu alveg heilagar, en lokaprófið mjög nálægt þessu. Kalkulus, algebra og SQL cirka 10% og þá það þannig að ég set fram spurningar sem þið eigið að svara á öllu þrennu. Ég gefið kalkuluslausn, algebrulausn og SQL-lausn. Þetta verða ekki mjög flóknar fyrirspurnir. Ég sagt ykkur það strax. En þið þurfið samt að skilja hluti eins og verskilyrði og join. Þið þurfið að geta útvært svoleiðis hluti í kalkulus og algebru. SQL queries, hér við að tala aðeins flóknari fyrirspurnir heldur en í hluta 1, cirka 20%. SQL queries og views, það að kunna búa til view, cirka 15%, og ef þið munið hvernig þið búið til view, að þá view ekkert annað en SQL query sem þið prefixið með create view, nafn, as. Svo að flækjust í þeirra mestuleyti SQL query. Punkturinn hér byrju nú við, þetta ætla ég ekki að gera, að fyrstu 3 liðirnir svo til algjörlega SQL, 45%. Síðan koma triggers og procedures. Triggers og procedures saman
eru cirka 15% og þið fáið, sko, hvað sé ég, fylgigögn í próf eitt blað með upplýsingum fyrir ykkur sem á MySchool og á því blaði meðal annars demo trigger og demo procedure. Svo að þetta snýst í sjálfu sér að vita hvernig þetta virkar og skrifa SQL. Þess að það sem fyrir inn í bæði procedureinn og triggerana SQL. Svo við skulum segja að megnið af þessum 60% sé SQL. En sem bætist náttúrulega við kalkulus, algebra og það að geta skrifa triggera og procedures. Þó svo að þið fáið mikið gefins varðandi triggerana og procedurana, þá þurfið að muna ákveðna hluti. En ég get lofa ykkur því hins vegar að það verður ekkert í þessu flóknara heldur en það sem þið hafi leyst í verkefnum nú þegar. Og þetta verður eins og alltaf í prófum misauðvelt. Sum dæmin verða tiltölulega auðvelt, önnur dæmin verða tiltölulega þung. Eins og í öllum prófum. Síðan komum við að hönnun gagnagrunna, 30% þar. Og þar erum við að horfa á einindavenslarrit, þið þurfið að geta útfært svoleiðis, database creation, með öðrum orðum create skrifta. Hlutir eins og að geta skrifað hort á einindavenslarrit og skrifað create table skipanirnar með lyklum og öllu saman fyrir það. Hlutir sem það hefði gert nú þegar. Og að lokum uppáhald okkar allra, normalization. Hver vil taka öldu fyrir kott? Og þetta aftur, þið eruð að horfa á sambærilega hluti við það sem þið gerðuð í verkefni 5, í normalization. En eins og með eiginlega allt sem við erum að ræða núna, að sjálfsögðu ekki sama magn. Vegna þess að við höfum bara 3 klukkutíma í þessu prófi, sem þýðir það að þið megi reikna með að flækjustigið fari upp í það sem þið hafið séð í verkefnunum, en að sjálfsögðu eruð að horfa á þetta í minni einingum. Síðan erum við með 10% fyrir alls konar spurningar. Alls konar spurningar að mestu leyti krossaspurningar sem taka á í raun og veru bara stikkprufum hér og þar úr námsefninu. Allir sæmilega sáttir ennþá? Eitthvað sem ykkur langar að spyrja þennan hluta? Ok, við komum aðeins betur inn á þetta í lokin í dag. Það sem mig langar að gera í dag þá að rúlla yfir learning outcomes með ykkur. Það með öðrum orðum það sem var sett upp í byrjun kúrsins sem markmið fyrir okkur. Og það sem mig langar að fá ykkur til að gera að setjast saman í 2 eða 3 manna hópa og ræða og svara þessum learning outcomes. Þetta æfing fyrir próf. Þetta gott. Þó þetta sé svolítið snemma morguns fyrir það. Setjist endilega saman 2 og 3, bara hópið ykkur saman hvernig sem þegar við öll séð hvort annað einu sinni eða oftar. Og þið megið, 2 til 3 manna hópar ósköp fínt. Ef þið viljið vera í stærri hóp, þá megið það. Og maður sjá, til þess að gefa þessu smá kontekst fyrsta hlutanum. Þetta mjög opin spurning.
Ég átta mig á því. En þetta er sett fram sem learning outcome og hugsunin með þessu núna í sjálfu sér bara það að þið æfið ykkur aðeins í því að svara svona típu af spurningu. Þannig að þið hafið allar upplýsingar til þess að svara þessu. Þið þurfum bara aðeins að grafa. Já? Prófspurningu? Sko. Það yrði nú líklega pikkað aðeins innan úr spurningunni. Ég get lofað ykkur því að þið fáið ekki ritgerðarspurningu á prófi. Og það er eingöngu af sjálfselskum ástæðum. Það er að segja, það er allt annað en gaman að fara yfir cirka 200 ritgerðarspurningar og það er mjög erfitt að gefa einhverjum fyrir það. Svo að þetta yrði sett fram sem einhvers konar krossaspurning. Ef þetta kemur á prófi. En spurning úr þessum, svona efni, það eru bara ágætis líkur á því að sjá það á prófi, já. Svarið í bókinni? Nei, ekki beint. Þarna þurfum við, upplýsingarnar til þess að svara spurningunni eru í bókinni, já. En þú þarft að grafa eftir því. En þá rúlum bara í gegnum þetta. Af hverju eru gögn mikilvæg? Mjög mikil grunnspurning. Og það er engin eina ástæða. Þið þurfið ekkert að leita að hver er risastóra eina rétta ástæðan. Þetta er bara þannig spurning að það er fullt af þeim. Til dæmis að Það er ekkert rétt svar við þessari spurningu. Þessari, nei. Why is data important? Það er ekki til eitt rétt svar. Og svarið er í sjálfu sér, það ræðst bara af konteksti. Ef þú ert lagafyrirtæki, þá er ofsalega gott að eiga gögn reikningana sem þú ætlar að senda viðskiptavinniðinum. Ef þú ert banki, þá er ofsalega gott að eiga gögn stöður á reikningum og svo framvegis. Ef þú ert vísindamaður, þá er alveg ofboðslega gott að eiga gögn niðurstöður tilrauna. Já, að eiga gögn málin sem þau flutt til lögfræðifyrirtæki er aftur mjög hjálplegt. Við viljum eiga bæði sögu og nústöðu af sama hvaða ástæðum sem það er og þær eru ofsalega mismunandi. Og ef við snúum okkur að hvað eru gögn notuð í? Það er að segja hvers konar gögn geymum við? Tillögur? Tölur? Við geymum vissulega tölur, en fyrir hvað? Það er að segja, hugsum jú, við geymum tölur, en ef við förum aðeins ofar, aðeins hærra abstraction, erum við að geyma vísindagögn, erum við að geyma tölfræðigögn, erum við að geyma leikjagögn fyrir online leikina, það eru risastóri databasar á bak við það. Það sem að stateið, það er að segja bæði það sem að karakterinn eða entityð ykkar á og í hvað ástandan er og svo framvegis er geymt í database fyrir þau sem spila tölvuleiki. Já? Og slanga á prófi? Sko, í öllum áfengum sem ég kenni máttu blanda tungumálum eins og þú vilt svo framalega ég skilji tungumálum sem þú notar. Ég get lesið íslensku og ensku nokkuð vel, ég get kraflað mig gegnum dönsku og ég skil nokkuð mörg orð í þýsku, því miður nær tungumálakunnáttan ekki mikið lengra. En já, við erum að geyma gögn fyrir markaðssetningu, við erum að geyma eins og segja niðurstöður tilrauna, við erum að geyma fullt af gögnum. Og ef við horfum síðan á lykilorðin structured og unstructured, þá er aðal pælingin, og ef við setjum þetta passið ykkur á því að þetta er sliding scale, structured, unstructured. Það er ekki þannig að þetta sé binary. Gögn er ekki bara annað, hvað segja, þið getið verið með semi-structured gögn sem eru einhver staðar hér á bilinu. Og ef við horfum á svona organizational gögn, þá eru gögnin sem við erum að geyma í töflugrunnunum structured. Þannig að jafnvel þó svo ef við eigum ekkert gildi fyrir einhverja dálka í röð, að þá er null þar.
Við sleppum því ekki bara. Og síðan ef við förum yfir í semi-structured, þá erum við að horfa á hluti eins og XML og JSON, þar sem það er ákveðin strúktúr í gögnunum, en hann er ekki alveg fastur. Það þurfi ekki alltaf öll element að vera til staðar. Og síðan ennþá lengra yfir í bara forritunar logga, sem eru orðnir lítið strúktúraðir. Og ef þið getur rætt þetta, þá eru það að ræða structured og unstructured databases. Í raun og veru þið hafið allar upplýsingar til að gera þetta, en spurningin er bara svolítið almenn. Svo þið þurfið að þrengja hana niður til að svara henni. Og þið munið ekki fá svona ritgerðar spurningar, svo þið meira til að fá ykkur til að hugsa þetta. En þið getið fengið spurningar sem taka á nákvæmlega þessu efni í krossaspurningum. Tökum næstu. Describe concepts and measures related to reliability, scalability, efficiency and effectiveness. Nú erum við komin með miklu minna loðna spurningu. Svo. Er ACID rétt að svari? Sko, þetta er fantagóð ágiskun. ACID, þið getið alveg bókað það að ACID kemur einhvers staðar á lokaprófi. Þetta er það mikilvægt konsept í gagnasafnsfræði. En óbeint, skulum við segja. Þess að ef við skrifum þetta niður og svona og við rúllum bara í gegnum þetta. Reliability. Hvernig haldið við mælum það? Og í þessari spurningu er ósköp gott að fókusa svolítið á measures. Men svo við leiðum við ræðum hvernig mælum við þetta, þá fylgja konseptin. Sko, reliability er meira pælingar hvað ég segja? Þetta er meira hugsunin availability. Það er að segja, er grunnurinn uppi? Fáum við svör? Og og auðvitað tengist þetta ACID í gegnum það að transaction, bara hreinlega að það sé ekki hálfklárara transactionum, þá er gagnagrunnurinn alls ekki reliable. Svo þar kemur svarið við ACID kommentinu. Það er tengt, en það er ekki svarið. Svo ef við horfum á reliability og ef þetta er hlutur sem ég var að spörja ef við örugglega nefnt einhvers staðar, þá erum við með hluti svona eins og uppitíma. Og ef þið kaupið þjónustu hjá einhverjum gagnagrunns fyrirtæki sem hýsir fyrir ykkur grunninn og rekur hann, þá er yfirleitt verið að lofa ykkur 99, eitthvað uppitíma. Og þetta er dæmi reliability. Gagnagrunn okkar er með uppitíma upp á 99,8 eða 98%. Og þetta er concept, uptime. Og ef við höldum áfram, þá eru fleiri til, svona eins og kannski betra að nota annan lit í þetta. Mean time between failures. Þetta segir þetta okkur skilda hluti og uptime. Þetta er hvað líður að meðaltali langt á milli þess að grunnurinn fari niður. Þetta verður dæmi measure á reliability. Hoppum yfir scalability í bíli, það er betra að svara því eftir að við erum búin að fara í gegnum hitt. Hvað myndið þið segja með efficiency? Svara hratt, mjög gott. Það er akkurat mjög gott dæmi efficiency. Response time. Hvað líður langt frá því að þið sendið fyrirspurn á grunninn þangað til þið fáið svar? Það er mjög góð mæleining á efficiency. Einhverja fleiri. Þetta er ef við sendum eina fyrirspurn á grunninn, hvað líður stutt þangað til við fáum svar?
Það já, hugsunin hvað kemst gagnagrunnurinn yfir að svara mörgum fyrirspurnum á einhverjum föstum tíma, saman hvort það mínúta, sekúnda eða hver mælieiningin Og þetta throughput. Hverju ég alveg gjörsamlega frosin núna? Throughput. Þetta snýst raun og veru bara það, hvað kemst grunnurinn yfir að svara miklu á x tíma. Og þetta svolítið önnur mæleining og því bestið fyrir yfirleitt annað hvort af þessu. Og það eru til gagnagrunnar sem horfa sérstaklega á throughput. Þeir segja bara, ok, ef við hækkum response tíma aðeins, þá náum við betra throughput fyrir alla. Og ef við horfið á af hverju fer þetta ekki alltaf saman, þá getum við nefnt dæmi eins og munið þegar við ræddum harða diska, að við reynum að skrifa samliggjandi gögn á sama trakkið. Síðan tökum við næsta trakk fyrir innan og svo framvegis. Ef við erum bara að pæla í response time, þá myndi disk managerinn pikka, hér þarf ég að lesa þetta fyrir fyrirspurn 1. Síðan þarf ég að lesa hér fyrir fyrirspurn 2. Og þá þarf hann að færa hausinn hér á milli, leshausinn. Hann fær flott response tíma á þessu, en ef það tonn af queries að koma inn, þá fengi hann miklu hærra throughput með því að lesa fyrst öll gögnin sem eru nálægt trakkinu sem hann var á, þó það sé kannski ekki nákvæmlega þeirri röð sem fyrirspurninnar kom inn. Þannig að horfa á response time versus throughput. Og ef við bökkum núna eitt skref tilbaka og lítum á scalability, hvernig mælum við skalanleika á gagnagrunninum? Mælum við fyrir mismunandi fjölda af gögnum? Já, gagnamagn. Það við erum raun og veru með 2 þætti. Við erum með gagnamagn. Og við viljum bara að skipta á milli tungumála eins og okkur sýnist. Gagnamagn, og hvað höfum við líka? Álag. Það að segja hve margar fyrirspurnir eru að koma inn á grunninn, með því að auka álagið, bara fjölgun á fyrirspurnum inn á hann. Hvort sem það með fleiri notendum eða sama fjölda notendum, að þetta fyrirspurn álag. Og ég skrifa álag, ég að vernd ykkur fyrir skriftinu minni. Og það sem við gerum hér að hér erum við með gagnamagn og álag og við það að skrúa það upp og hér erum við með hvort sem response time eða throughput. Og það sem við viljum að sjálfsögðu sjá að línan fyrir þetta sé í þessu tilfelli svona. Við viljum bara hafa sama response tíma og throughput þó svo að við aukum álag eða gagnamagn. En raunveruleikin að sjálfsögðu ekki þannig. Nema við séum á distributed gagnagrunni og getum bætt við vélum eins og okkur sýnist. Raunveruleikin að sjálfsögðu að línan einhvern veginn svona. Og ef við erum með eina vél, þá endar hún yfirleitt svona. Þegar að þið setið of mikið af fyrirspurnum inn á gagnagrunnin og hann hættur að ráða almennilega við það, þá fer throughput og response time mjög illa. Þá fer gagnagrunninn hreinlega að þrassa. Effectiveness og effectiveness, hvernig mælum við effectiveness á gagnagrunnum? Það að hve effektiv eru svörin frá honum, gögnin sem hann skilur okkur. Athuga hvort hann alltaf að skila okkur rétt. Í raun já, að þetta eru gögnum sem við fáum í hendurnar vitræn.
og þetta er pingulítið trick question hérna, vegna þess að það sem við erum í raun að tala um það sem ég tók í síðasta fyrirlestri. Það er að segja, ef við erum að horfa á settið af öllu sem að kemur inn á það efni sem við erum að leita að og síðan svarið sem við fáum. Þetta svarið, þetta eru öll dokument sem koma inn á þetta efni. Muniði hvaða mælieiningarnar heita sem við töluðum í kringum þetta? Það eru 2 measure sem við ræddum. Precision. Það er það sem við ræddum. Nokkuð örugglega. Þetta eru við skulum skiptum lit, höfum þetta color coded. Höfum recall og precision og recall hlutfallið hér á móti þessu hér. Það er að segja, hvaða hlutfall af heildinni af skjölum sem eru áhugaverð fengum við í svarinu. Og það sem það er ofsalega erfitt að setja fingur á hvað er þetta mikið, þá er þetta ekki endilega gagnlegasta measurementið. Precision hins vegar fyrir R-ið hérna, hvað er þessi hér rauði hluti stór prósenta af heildarsvarinu. Með öðrum orðum, hve mikið af því sem við fengum tilbaka var áhugavert. Og þetta yfirleitt það sem við miklu meira áhuga á. En ef við skoðum þetta í samhengi töflugagnagrunna, hvert er recall og precision þegar við keyrum SQL fyrirspurn? Þetta er leiðileg spurning, ég átta mig á því. Svarið er nefnilega 100%, bæði. Af því að SQL gengur út á það að við skilgreinum sett og svarið okkar er allt settið sem við skilgreindum. Svo það er alltaf 100% recall og precision fyrir SQL. Eina leiðin til að halda öðru fram er bara hreinlega að þið skrifið select-setning ef það er villa í select-setningunni. Svo þetta á við gagnasafnskerfi sem eru ekki relational, textaleitarkerfi og annað þess háttar. En það eru gagnagrunnar líka. Spurningar varðandi þetta? Eða allir sáttir við þetta learning outcome? Þið megi líka segja að þetta sé illskiljanlegt eða gagnlítið, ef ykkur finnst það. Þá, lýsið, eða höfum þetta á ensku, describe major components and functions of database management systems. Hvaða íhlutir eru í gagnagrunnskerfinu? Og hugsið sérstaklega relational kerfin sem verið að ræða í Ramakrishna. Hvernig eru þau byggð upp? Hvað er í þeim? Og þetta kemur inn á asset, fyrir asset áhugamenn. Munið eftir einhverjum einingum sem í gagnagrunnum. Töflur. Við höfum töflur. Jú. Engin spurning á það. Gögn. Bæði metadatað, það er að segja lýsingin á töflunum og síðan gögnin í töflunum. Hvað fleira er í gagnagrunnum? Við hugsum hugbúnað komponenta. Bestari. Algjörlega, mikilvægur hlutur. Fleira sem ykkur langar að nefna? Já, það fellur eiginlega undir, hvað ég segja, svona þetta, DTL metadata schema. Þetta eru gögn
gagnagrunnsins hlutina sem í gagnagrunninum. Þetta endar allt sem objektar í databasenum. Tabla bara ein tegund af objekt, trigger bara önnur tegund af objekt. Þetta endar allt inn í object-töflum, en síðan endar að sjálfsögðu source-kóðina þessu líka ofan í databasenum bara öðrum stað. Þetta gagnagrunnurinn á metadata sem lýsir öllum þessum hlutum. Source-kóðan í heild sinni. Pælið meira í, ekki bara í gögnunum sjálfum, heldur pælið í hvaða hugbúnaðar komponentar í gagnagrunnum. Við erum komið með bestara. Hvað fleira þarna inni? Sem við höfum talað um. Já. Já. Já, en þetta ekki hugbúnaðar komponent. Þetta hvað ég segja? Þetta eðli relational gagnagrunns. Algoritmarnir, já, en hvaða arkitektúr í hlutir þetta? Eins og bestari. Bestari akkurat perfect dæmi það sem við erum að fiska. Major components. Já, algjörlega. Logging eða logger. Já. Ok. Það sem við erum kannski svolítið að eltast við hér byrjum hérna uppi. Við erum með einhvern sem að vesnast með SQL. Það fyrir utan grunninn per se. Síðan kemur fyrsta lag og þar ætlum við að hafa parser, optimizer, síðan erum við líka með einhvers konar execution engine hér. Hér fyrir neðan höfum við samband við Access Manager sem hefur með indexa og fleira að gera og bara hvort þið hafið aðgang að þessu, hvort þið hafið réttinda hluti. Hér undir, og við fórum ekkert í Access Managerin per se. Hér undir höfum við síðan Buffer Manager. Ég óskrifandi. Og Buffer Managerin ræddu við. Það þegar að execution engineið þarf að fá ákveðið page of disk, þá fer það til Buffer Managers. Og ef hann á það, þá afhendir það beint og hækkar pin count. Ef hann á það ekki, þá talar Buffer Managerinn við Disk Manager. Og býður hann það og geymir síðan bufferinn eða pageið í Buffer Manager. Og hér undir koma svo gögn. Bæði töflur, indexar, metadatað töflurnar, DDL-ið hérna. Og í viðbót við þetta höfum við tvo stóra pósta hérna sem Transaction Manager sem inniheldur locking, það isolation, atomicity isolation, bara Transaction Managerinn stór hluti af asset þarna inni. Og hinum megin höfum við Recovery Manager. Og hér undir að sjálfsögðu logging. Þið þurfið ekkert að muna þessa mynd nákvæmlega, en þið þurfið að vera með helstu hugtökin nokkuð á hreinu, sem við erum að ræða hér. Recovery Managerinn kemur inn á durability, Transaction Managerinn inn á bæði atomicity og isolation. Einhverjar spurningar eða athugasemdir?
Nei, það er ekki ritgerðar spurningar, en þið gætu fengið spurningar eins og hvernig kemur recovery managerinn inn á ACID. Hann tengist atomicity, isolation, consistency, durability og bara haka við. Þið fá spurningar sem reyna á skilning á þessu, ekki hæfni ykkar til að teikna þessa mynd. Já. Já, verður meira en einn valmöguleiki í boði í krossspurningunum. Þið eruð að horfa á, ég held að oftast séu 4 valmöguleikar, en það er dregið frá fyrir rangt svar, svo að þið þurfið að vera með, þið þurfið að pæla vel í því hvað þið setið exið ykkar. Nei, þetta er, ég held að í öllum tilfellum séu að horfa á 1 rétt svar. Ég minni bara hreinlega að setupið sé nákvæmlega jafn mikið og færði plús og svo er rétt. Ég skal fara yfir allir öryggis. En mér minnir þetta sé setup þannig. Þetta klónaði ég, það er að segja, einkunnagjöfina fyrir prófið, ég er að nota bara nákvæmlega setupið frá Birnir Þór. Ég ætla ekki að hafa neinar byltingar. Mér er sagt að segja ekkert vel við krossspurningar vegna þess að það eru ekkert æðislegar fyrir nemendur upp á það að jafnvel þó svo að þið hafið þekkinguna þá er hægt að klúðra krossspurningum en vandamálið er að ef ég hefði þetta allt í ritgerðarspurningum sem gæfi ykkur séns á að koma þekkingunni frá ykkur þá er yfirferðin hreinlega bara ógerleg vegna þess að það þarf að fara yfir prófið á 2 vikum. Það er bónusspurning í prófinu. Ég ekki svara ykkur því strax. Já, það er. Ok, þá lýsið og berið saman algeng gagnamódel. Hvaða gagnamódel hafið þið séð í náminu fram á þessu? Pælið í því, bara stoppið aðeins og hugsið. Hafið þið séð gagnamódel í náminu? Hvaða gagnamódel höfum við aðalega verið að ræða hér í þessum kursi? Nei, meira abstrakt. Akkurat, relational modelið. Meira abstrakt. Og það er akkurat dæmi, lappar inn og kemur strax með svarið. Við erum akkurat að tala það. Hér í kursinum höfum við verið að ræða relational datamódelið. En hvaða datamódel hafið þið séð í öðrum kursum? Hafið þið farið í vefforritun? Hafið þið unnið með XML? JSON? JSON, það er datamódel. Já. Í þessum kurs hefur við verið að vinna með relational datamódelið en síðan XML og ef við horfum bara þessa hluti, ef við lítum á þetta sem svona tiltölulega skylda hluti sem það er, þegar við meiri segja í dag skema fyrir JSON, svo þið getið skema testað að nákvæmlega eins og XML, að hver er munurinn á relational modelinu og JSON og XML? Annað er mengi, hitt er ekki mengi. Annað er mjög structured, relational hlutin. Hvernig er með hitt? Semi-structured, já. Og síðan getum við fara að ræða hluti eins og hve efficient er þetta? Ef við þurfum að taka mikið gagnamall til dæmis og vinna það, er meira efficient eða minna efficient að fá þetta relational formi heldur en XML og JSON sem þið þurfum að parsa. Síðan getum við komið að tæknistuðningi er stuðningur fyrir módelið native í verkfærum sem þið að nota. Til dæmis þegar þið skoðið web-framework, þá getið þið oftast unnið natively með hluti eins og JSON, Angular.
sem þið getið yfirleitt ekki með relational gögnin. Svo núna erum við að bera saman þessi gagnamódel. Algjörlega. Það er mismunandi eftir konteksti. En hvað með hluti eins og entity relationship diagrammin? Eru þau gagnamódel? Þau eru abstrakt gagnamódel. Tilfellið við notum þau aldrei í praxis til þess að geyma gögn. Heldur þetta abstrakt gagnamódel sem við notum til þess að hanna kerfin okkar. Svo að við getum rætt það sem gagnamódel, en þá erum við ekki að horfa á efficiency og ekki að horfa á support í hugbúnaðargerð við að nota það. Nema þá bara teikna það. Sama á við UML. Já. Það er notað til þess að lýsa, þetta er abstrakt gagnamódel sem lýsir vandamálunum sem við erum að leysa og í sumum tilfellum kann tólið sjálft að framleiða konkrétt datamódel út úr því. Bæði objects og relations. Svona berum við saman og ræðum ólík gagnamódel. Þú getur generata klasa út úr UML-verkfærunum mörgum. Þá ertu að varpa UML-datamódelinu þínu yfir í annað datamódel. Þess að klasarnir eru náttúrulega ekkert annað en datamódel með föllum. Það er ekkert meira fancy. Sæmilega sátt við þetta konsept. En ég veit að það er pingulítið skref að fara frá því að horfa á konkrétt útfærslupælingar yfir í að fara að ræða high level samanburð á þessum konseptum. Þess vegna erum við að gera þetta í dag. Það er miklu skemmtilegra heldur en að sjá þetta fyrst á prófi. Já. Nei, veistu, það er meiri sér struktúr í þeim. Unstructured data væri hlutir eins og forritunarloggun þar sem að þú hefur ekki loggunartemplatein. Þú hefur ekki lýsingun á því hvað á að vera nokkurn veginn í gögnunum. Ef þú færð til dæmis bara logga frá öðru fyrirtæki og þarft að vinna því í gegnum það, þá er það allavega mjög lítið structured. En hvort það er til alveg unstructured data, það getur við rætt hellingum og það snýst eiginlega hvaða mynstur finnum við í gögnunum. Já. Hvað er forritunarloggur? Já, enn ein æðisleg spurning. Ég átta mig ekki alltaf á hvað þið þekkið og hvað ekki. Forritunarloggur er það þegar við skrifum á disk, þegar eitthvað gerist í forritunum okkar sem okkur finnst markvert. Það getur verið auditing, hver gerði hvað. Það getur verið performance logging. Það var kallaði þessa aðgerð hér, hún skilaði þessu og þá tók þetta langan tíma. Svo við loggum í raun og veru af mismunandi ástæðum, en það er bara það að við erum að skrifa gögn á disk sem við ætlum að greina eitthvað upp úr. Það getur verið eingöngu fyrir troubleshooting, að þegar hlutir klikki, þá getur við rakið okkur í gegnum loggana og séð hvað olli því, vonandi. Þú getur verið með exception logging eingöngu. Oftast þegar þú skrifa logging á forrit, þá setur það þannig að þú getur stillt það annarkvort on the fly eða við það þegar þú keyrir forritið upp á hvaða log level það er að keyra. Hvort þú vilt bara fá allt loggað, kom inn í þetta fall hér, kom út úr þessi falli hér, hvað tók að langan tíma, yfir í, ég vil eingöngu fá skrifa niður þegar verður exception. Og nokkur skref þarna á milli. Þetta er the quick version of logging. Mjög praktískt verkfæri. Og þá komum við að einhverju sem er alveg með á hreinu. Describe fundamental principles of the relational model. Á íslensku, hver eru helsta skilgreining og helstu íhlutir relational modelsins? Talið núna saman og pælið ykkur í gegnum þetta. Og þið megið verið í einn stórum hópum og ykkur sýnist.
Þetta svolítið meira abstrakt en þið eru vön. Eruð með einhver hugtök sem ykkur langar að henda inn í pokan? Hvað hvert fundamental principles of the relational model? Hvað er rótin? Mengi eða? Já, relation. Það er grunnhugtakið innabla relation eða tafla, akkurat. Sko, relation þýðir sem tafla. Ég held að það sé alveg örugglega þýtt sem tafla frekar en mengi, en ég myndi ekki hengja ykkur fyrir mengi. Svo lengi sem að restin sem af lýsingunni hangir saman. Ef þið getur skilgreint hvernig grunnhugtökin hanga öll saman, þá myndi ég ekki hengja ykkur fyrir orðið. Alveg alls ekki. Svo það er einhvern sem þið þurfið ekki að ágjöra. Með hvað ég sletti mikið, þá er ég ekki að fara að hengja ykkur fyrir það. En hvað annað? Hvað er í relation? Raðir og dálkar. Það er einmitt. Og annars vegar erum við með koncepti relation sem inniheldur set af distinct attributes og tuples sem röð af þessum attribútum öllum. Þetta eru grunnhugtökin í relational modelinu. Síðan getum við bætt við til þess að klára lýsinguna að þá erum við með svona ítar upplýsingar þetta. Við erum með einkvæm dálkamengi. Keys. Náttúrulega þið munið vonandi að tuple í relational modelinu er distinct, unique. Vegna þess að annars væri það ekki set. Stærðfræði set inniheldur aldrei mörg eins stök. Við erum með dálkamengin, þessi lyklan á töflunum og síðan erum við með aðkomulykla eða foreign keys. Þetta eru í sjálfu sér, þá eru við komið með held ég öll grunnhugtökin í relational modelinu. Það er relation sem er sett af attribútum og á tuples sem eru gögn fyrir öll þessi attribút, röð. Það er grunnkonseptið í relation, en síðan á relation sér keys sem er einkvæmt dálkamengi, hlutmengi af röðinni, dálkunum í röðinni sem gerir allar raðir einkvæmar. Og að lokum aðkomulyklar sem gera okkur kleift að tengja töflur, að mynda vensl á milli relationa. Já? Fullt af þeim.
Sko, nei, já. Þarna er þetta að brenna fyrir að mæta ekki klukkan 8:30. Tilfellið það verða engar ritgerðarspurningar á prófinu. Einfaldlega vegna þess að yfirferðin yfir þetta á þeim tíma sem ég hef yrði ógerleg. Þetta verða langir dagar fyrir og ef þið hefði aldrei prófað það, get ég sagt ykkur það strax, það er takmörkuð skemmtun að fara yfir próf. Mjög takmörkuð. Og ef þið fáið svona spurningar, þá það nokkuð örugglega í krossaspurningaformati. Og þá fengjið þið val. Relational modelið, helstu hugtök relational modelsins eru relation, columns og foreign keys. Nei. Relation, columns og tuples. Já. Og svo framvegis. Það yrði sett fram á því formi. Og þetta eins og segi, þessar spurningar eru cirka 10% af prófinu. Svona spurningar. Og núna fáið þið það sem núna fær maðurinn í hvíta bolnum, hann fær það sem hann er búinn að svara með allan tíman. Og hvað heldur þetta sé? Acid. Já, hann verður hér með þekktur sem acid maðurinn. Sko, ef ég hjálpa ykkur svona. Fyrir hvað stendur þetta? Atomicity. Og hvað er atomicity? Já. Annarkvort kláraru alla íhluti aðgerðar og þeir ganga allir upp eða enginn. Eins og Björn orðaði einhvern tímann, þetta eins og franska byltingin. Allir fyrir einn fyrir alla. Annarkvort tekst allt eða það feilar allt. Með öðrum orðum, aðgerðin er atomic. Svo að þetta er annarkvort 0 eða 1 fyrir aðgerð. Og aðgerð hér þýðir ekki ein insert skipun, ein update skipun, heldur mengi einhverja skipana gagnvart gagnagrunni sem mynda eina lógíska aðgerð hvað okkur varðar. Til dæmis millifærsla á milli tveggja reikninga er ein aðgerð hvað okkur varðar. Þó svo að við þurfum að uppdata 2 eða 3 töflur og inserta í 4. Bara að passa þessi ekki að rugla þessu saman. Ekki endilega, sérstaklega ekki í Postgres, þar sem þið hafið ekki sens á að kommenta og rollbacka inn í procedurunum eða functionunum. Þar aðgerðin, transactionin utan kallið í procedurin og mögulega eitthvað í viðbút. Ef þið ákveðið að kalla í procedure og segja já, tókst og inserti einhverja loggtöflu eða gera eitthvað í viðbút, þá verður það saman ein aðgerð. En allavega, hvað er þetta að sé þarna? Consistency. Og hvað er þetta? Gerir sömu aðgerð aftur og það verður hún eins. Sko, já, og satt að segja, þá hefur mér alltaf fundist þetta loðnasta hugtakið í ACID. Konseptið er þetta, ef gagnagrunnurinn í consistent state, með öðrum orðum, að gögnin eru rétt, út frá þeirri skilgreiningu okkar á rétt, að ef við framkvæmum aðgerð á gögnunum og aðgerðin okkar í lagi, það ekki villur í henni, þá endar gagnagrunnurinn alltaf í réttu ástandi. Consistent ástandi. Með öðrum orðum, ef við keyrum réttar aðgerðir, færist grunnurinn úr einni réttri gagnarlega stöðu yfir í aðra rétta stöðu. Þetta er consistency. Á mannamáli. Og eins og segja, en ég viðurkenni alveg að mér hefur alltaf fótt þetta loðnast af þessu sjálfur. Isolation. Hvað er það? Palli er einn í heiminum. Hver notandi getur hagað sér eins og hann sé einn. Það er einangrun. Og Palli er einn í heiminum. Það er að segja, ef þið setið hæsta level of isolation, serializable,
að þá getið þið hagað ykkur eins og sé einn í heiminum. Hvað er síðasta? Durability, það er hárrétt. Og hvað er það? Hvað þýðir það? Og hvað gerir það fyrir okkur? Hvað gerir durability? Hvernig hjálpar það okkur? Þetta tengist logging. Að þetta recovera. Þetta er recovery. Það er að segja að ef gagnagrunnurinn fer niður af einhverjum ástæðum, hvort sem það eru hugbúnaðarvillur, vélbúnaðarvillur eða bara að gagnagrunnssvélum var tekin úr sambandi af ræstingakonunni sem var að ryksuga til að setja ryksugunni í samband, real world dæmi, úr banka. Og þá þýðir það að gagnagrunnurinn mun koma upp í réttu ástandi. Hann mun rollbacka transaktionum sem voru ekki kláraðar og hann mun passa allar transaktionir sem voru committaðar á þeim tíma sem snúran var tekin úr sambandi, að gögnin verði uppfærð miðað við þær. Þannig erum við að horfa á write ahead loggin. Við erum að lesa write ahead loggin til þess að undúa og redúa incomplete transactions og redúa complete transactions. Það er durability. Og þeir voru satt að segja með asset bara nokkuð vel á hreinu. En þetta er líka hlutur sem þið verðið að vera með á hreinu. Bara þið megi reikna með að sjá asset spurningu á prófi. Já, í crossa spurningu. Já, bara þið reiknið alltaf með að sjá asset í gagnasafnsfræði á prófi. Já. Já, ég tók það í byrjun. Sko, SQL fyrirspurnirnar eru samtals, beint eða óbeint, í kringum 60%. Sko, er það binary einkunnagjöf? Nei, hún verður ekki binary. Ég get sagt ykkur það strax. Ég er ekki búin að setja upp svarlykil. Sko, svo ég segi ykkur það strax. Ég er búin að semja prófið. Prófið er núna í höndunum á Bitni Þór sem er að lesa það yfir fyrir mig. Svo ég sé ekki að setja of þungt próf eða of auðvelt próf á ykkur. Bara reyna að halda því í takt við prófin sem hafa verið undanfarin ár. Og það þýðir að þið þurfið ekki að hafa rosalegar áhyggjur af ég sé búin að sitja í grafabúningunum með köttinn. Já. Og ég gef ekki binary. Já. Á MySchool. Já. Það er meiri segja nokkri dagar síðan ég setti það inn. Ég man ekki hvað eru margir, en þeir eru nokkrir. Þeir eru með bæði æfingapróf og síðan eru þið, ef ég maður rétt, bara með lokaprófið frá því fyrra. Og strúktúrin á prófinu í ár er mjög sambærilegur með þess að maður var í fyrra. Það er eins og segi, það er engin hallabylting, en þið megið alveg búast við að sjá einhverja breytingar. Og hvað einkunnagjöfina varðar, það verður ekki binary per liði nema krossaspurningar, eðlilega. Heldur er það sett upp almennt þannig að ég set frádráttar punkta fyrir hluti sem vanta í lausn. Þannig að ef það vantar, segjum, eitt distinkt í select-setningu hjá ykkur, þá fáið þið ekki automatist 0 fyrir það ef restin er rétt. Þá missið þið bara x punkta fyrir það að distinkt vantaði. Þannig verður einkunnagjöfin á lokaprófinu. Lokaprófið er það er miklu meira detailed yfirferð þar heldur en nokkuð tíman í verkefnum. Já. Annað efni. Ég er engin MySchool snillingur, en svo ég hendi eiginlega öllu svona undir annað efni. Og núna, enn ein skemmtileg spurning handa ykkur. Describe basic database administration functions. Með öðrum orðum, hver eru helstu verkefni DBA fyrir utan að afhenda ykkur bjór? Passa upp á gögnin, já. Hann er gagnapabbinn.
Já. Leyfi á notendur, sko, aðgangsstýring er almenna orðið yfir þetta. En já, það er alveg hárrétt. Já. Tuning. Reliability. Hvað ertu að hugsa? Uptime. Já, algjörlega. Sko, maður nú sjá, undir hvað myndum við setja það? Þetta. Sko, til þess að útfæra, kannski, við þurfum kannski. Krapp. Batterið á þessu búið. Heyrðu, ég held við verðum að taka 5 mínútna pásu, þess að ég þarf að sækja ný batteri í eitt apparat sem ég er með.
sjá. Sko. Reliability kommentið alveg rétt. En síðan ef við pælum í hvernig tryggjum við reliability á gagnagrunnum, þá koma nokkrir hlutir upp. Við þurfum að framkvæma backups á gagnagrunnum. Og til þess að tryggja reliability, þá þurfum við líka að prófa backupin. Með öðrum orðum, við þurfum að prófa að taka eitthvað af þessum backupum og restóra þeim á gagnagrunni, bara á annarri vél, til að sjá að þetta virki. Og samanber dæmið, ef ég maður rétt var spurður með þetta dæmi bankastarfsmennin sem fór alltaf með backup teipið í gegnum lestakerfið. Það var búið að segla öll backupin þegar þú labbar í gegnum hlið sem að þú þarft að vera í gegnum til að lesa kort, lestakerfiskort, áskriftarkort, að þá tæmdi það innihaldið á backup-lyklunum, minnislyklunum. Svo að það fyrirtæki átti engin backup og það var í offsite storage. Hann fekk sérstaklega borgað fyrir að fara með backupin alltaf í geymslu. En það segja leigubílapeninga. Þegar hann hirti leigubílapeningana og tók lestina, svo að fyrirtæki átti engin backup þegar til kom. Svo það þarf að prófa backupin líka. En í viðbót við backup upp á reliability, við þurfum að uppfæra. DBA þarf að uppfæra. Og það bæði vélbúnaður og hugbúnaður. Það þessi uppfærslur á gagnagrunnum, patsar á gagnagrunnum. Og upp á reliability, þá hann líka með umsjón diska. Það að DBA þarf alveg sérstaklega að passa upp á hluti eins og það að diskarnir sem eru undir gagnagrunnum fyllist ekki. Svo þá fer allt á hliðina. Og það afskaplega neikvætt upp á reliability. Eitthvað fleira sem þið munið eftir sem að DBA gerir? Bara, hvað segja, það má kannski bæta við almenn lausn vandamála. Það að segja, ef það kemur eitthvað upp tengt gagnagrunninum, þá kallaði DBA. Og þetta yfirleitt það sem þetta skítmokstur. Það verður að hreinsa upp mistök yfirleitt eftir hugbúnaðargerða fólk. Því miður. Og ef við lítum á þetta svona kannski helstu hluti sem DBA að gera. Einhver sem þið munið eftir sem ég að gleyma? En við getum skipt þessu síðan svona nokkurn veginn í tvennt. Það að segja annars vegar erum við með hlut sem snýr að software development, það sem hugbúnaðargerð. Hugbúnaðargerð, það aðgangsstýring. DBA eini maður sem hefur völd til þess að tryggja það að forritun okkar geti gert það sem við eiga að geta gert. Það tuning og afkastaprófanir, það að segja ef að tölvunarfræðingar sem hafa ekki tekið gagn 2 skrifa fyrirspurnir, þá ágætis líkur að þær performi illa. Og þá þarf DBA að tjúna hlutina til þess að þær performi. Og síðan það almenn lausn vandamála skítmokstur tengt hugbúnaðargerðinni. Og þetta það, believe me. Restin síðan rekstur gagnagrunna sem fókusa bara á gagnagrunnin sjálfan. Þetta svona gróf mynd af hvað DBA gerir. En ég held samt að orðið skítmokstur kom ekki á prófi. Já. Já.
Já. Já. Já. Já. Já, fann það gott. Hann að tjúna sjálfan gagnagrunninn eða fyrirspurninnar? Sko, með réttu þá svarið bæði. Ef þú horfir á rekstrarhlutann, þá hann að tjúna databaseinn til. Hann að stilla hluti eins og hvað fær bufferkassið, þessi buffermanagerinn, mikið af minninu á vélinni sem gagnagrunnurinn keyrir á, og hann getur verið að eiga við isolation level á grunninum, og hann getur átt við concurrency controlið, það multiversioning eða það standard two-phase locking. Það slatt af hlutum sem maður getur notað til þess að tjúna gagnagrunninn sjálfan. En þegar sem snýr að hugbúnaðargerðinni, þá hann að taka inn fyrirspurn frá tölvunarfræðingum, og því miður að þá eru flestir tölvunarfræðingar arfaslakir í að vinna móti gagnagrunnum. Það æðislegt fyrir mig professionally, en það raunveruleikinn. Og tryggja afköst þeirrar fyrirspurnar. Bæði með því að endurskrifa fyrirspurnina þannig að hún virki ofan á þá indexa og það sem til fyrir, búa til nýja indexa og yfir í mun flóknari hluti. Þetta eiginlega svolítið mikið efni gagn 2. Að kenna tölvunarfræðingum að gera efficient hluti á móti gagnagrunnum. En það alveg rétt, þetta var góð punktur vegna þess að tuning snýr bæði að grunninum sjálfum og ákveðnum fyrirspurnum. Svona. Discuss concepts and techniques for unstructured data and information retrieval. Hvað myndu við fjalla hér? Nei, hann það í raun ekki. Hann satt að segja hann í hið allra minnsta semi-structured, mjög líklega alveg structured, rætahellókurinn. Það að segja alveg fixed það sem fyrir inn í hann. Og það satt að segja alveg fixed, þegar ég hugsa út í struktúruna. Það raun og veru eina skiptið sem við höfum komið einhvað inn á þetta efni var í síðasta fyrirlestri. Þetta efnið sem vorum að ræðum varðandi textaleit, hvort sem það á internetinu eða ekki, náttúrulega fókusun var svolítið á internetið. Þetta hlutir eins, muniði hvað heitir indexin sem þið notið til að leita í texta? Rétt, inverted index. Jú, ég geri það. Það kostur sem kennari. Inverted index, þar sem við eigum, þar sem að lykillinn orð og gildin í indexnum í hvað skjölum finnst það og hve oft. Það grunnurinn að inverted index. En síðan þetta líka hlutir eins og PageRank sem að raðar niðurstöðunum sem við fáum út úr textaleitin okkar eftir því hver relevantar eiga að vera fyrir okkur. Og hér eru helstu konseptin hub og authority. Svona, það sem að hub linkasíða og það verið að eltast við hve góð linkasíðan og authority síða sem að með góðar upplýsingar viðkomandi málefni. Og þegar við förum að horfa á unstructured data and information retrieval, þá kæmu Skyline query líka inn á þetta. Munið hvað Skyline query var? Skyline query, þetta var líka í síðasta fyrirlestri. Skyline query það þegar við viljum fá að vita hluti eins og dæmið sem var þar. Við viljum fá ódýrt hótel eða hótel sem mjög nálægt ströndinni. Og ef við setjum strönd verð þar sem að það hækkar hér upp og þá erum við að horfa á
að ef að þetta hérna fjarlægð frá ströndinni, það þá það eina sem við höfum áhuga á línan hér, kúrfan hér. Það að segja að þau hótel sem eru annarkvort hérna mjög dýr og gjörsamlega á ströndinni eða mjög ódýr og komin svolítið langt frá ströndinni. Við höfum engan áhuga á stökunum sem eru hér fyrir utan. Og fyrir alla kauphegðun, þar sem við leitum að hótelum, bílaleigubílum, flugi eða hvað það að þá Skyline Query mjög relevant. Jæja. Þegar stórt spurt. Discuss major approaches to storing and processing large volumes of data. Distributed. Já, og við komum kannski hérna inn á hér nokkur konsept. Skulum fá okkur lit sem þetta að lesa þægilega. Og hvað viljum við meira? Heldur en users og architecture. Data models. Ok, ef við rúlum yfir þetta, það sem við erum í raun að horfa á big data versus system R relational grunnarnir sem við höfum verið að horfa á í þessum kursi mest. Það það sem við erum að bera saman. Og processing large volumes of data, þá erum við yfirleitt komin yfir í, hérna, eins og þú sagðir, distributed kerfi til að höndla það. Og flest öll distributed kerfin eru no relational. Það ekki relational data model. Data model key. Þetta NoSQL fyrirlesturinn sem við erum að pæla í hérna. Og ef við pælum bara í þessu, hver munurinn á notkunninni á þessum hefðbundnu gögnum sem við erum að geyma í relational grunnunum og síðan því sem við erum að reyna að ná út úr þessum big data kerfum? Þetta það sem Páll talaði um. Big data meira eins og minnstur, hitt meira eins og þetta sækja stök gildi. Sko, já, en ef við lyftum okkur aðeins ofar, þá í mjög mörgum tilfellum að við erum að nota relational grunnana til þess að vinna strúktúruðu upplýsingarnar okkar. Og þær eru oftast að segja okkur hvað búið að gerast. Þær eru æðislegar til að reporta allt hvað hefur nú þegar gerst. Og meðan að það sem að fólk að reyna að gera með big data kerfunum að spá fyrir hvað mun gerast með því að lesa þessi gögn saman við önnur gögn, yfirleitt minna strúktúruð gögn. Svo userarnir hérna big data userarnir eru yfirleitt meira high level, það að segja fólk sem hérna að reyna að fá upplýsingar til að taka ákvarðanir. Og technically fyrir okkur sem þurfum að útfæra þetta, þá þetta flóknara. Þegar við komum inn á arkitektur, þá það fyrsta svarið distributed, algjörlega. En hvað fleira en distributed, arkitektúrlega? Nei, það að segja hlutir eins og hérna, fyrir hvers konar vélbúnað og hvers konar pælingar þetta hannað. Gamla system R-hönnunin hérna sko single server, disk-based og multithreaded. Distributed og cloud. Ekki endilega cloud. Aðal pælingin main memory. Í staðinn fyrir að byggja það á disk, að þá erum við oftast að horfa á að arkitekturinn distributed og mjög oft main memory based. Og tengt þessu
þá fór ég í theorem sem voða gott að muna. Munið þið hvað það heitir? Kapp theorem. Og munið þið fyrir hvað þetta kapp stóð? Og athugið, kapp theorem ekkert bundið við gagnangurina. Þetta bara grundvallar theorem í öllu distributed computing. Munið þið fyrir hvað þetta C, A og P stóð? Það uppitími og svo allir öll gögnin eins, sama svar. Það annars vegar consistency. Það að segja að allir fái sömu gögnin, ef við fáum alltaf rétt gögn. Síðan það availability. Fáum við yfir höfuð svar. Og síðasta P-ið ekki í ACID, partition tolerance. Nei, það þýðir raunveru. Ef ekki hvað mikið við getum skipt því upp, heldur að ef við erum með, segjum bara hér ætlum við að teikna upp distributed database'un okkar. Hann með 5 nóðum og nóðurnar ég ætla ekki að teikna fleiri örvar, en þær geta allar talað við allar nóður. Þó þetta sé svona, það takmörk fyrir hvað ég nenni að teikna margar örvar. Og partition tolerance segir raun og veru það að ef þetta partition tolerant kerfi, þá getur einhver nóða dottið út, bilað, mist rafmagn, bara kordömpað og kerfið virkar samt. Stöðull hversu marga vélar má missa? Ójá, þetta alveg spot on athugasemd og það það replication sem segir til það. Það að segja, á hve mörgum nóðum geymuru sama gagna einindið. Það segir þér til hve margar nóður máttu missa worst case áður en þú tapar gögn. Svipað eins og rate og með gagnangurina. Já, ef þú ert að horfa á mirroring eða striping rate 1 eða 5, að þá svarið já. Samskonar hugsun, nema þarna, eins og í rate 6, stýrir að einhverju leyti hvað og mega margar nóður fara niður. Það snýst eiginlega bara hvað ertu tilbúin að borga mikil afköst og computation resursa fyrir að fá uppitíma trygginguna. Jú, þetta redundancy. Það rétta orðið yfir þetta. Það alveg rétt það. Þetta redundancy. Backup. Sko, það sem almennt gert í real world kerfunum að þegar þú updatear gögnin, þá það sent á allar relevant nóður sem þessi gögn eiga að vera á. Og þú getur síðan stillt það í mörgum þessara kerfa, dæmi sem ég að taka núna úr DynamoDB hjá Amazon. Hvað viltu bíða eftir svari frá mörgum nóðum áður en þú segir tókst? Ef þú vilt bíða eftir að allar nóðurnar sem þessi gögn eru replikeruð á, svarið áður en þú segir já, tókst, þá tekur það lengri tíma. Ef þú segir bara, ef það tekst á fyrstu, þá ég sáttur, en ég hef mekanisma til þess að tryggja að það dreifist á hinnar seinna. Þannig það bara trade-off á svartíma og að hafa allar nóður konsistent. En við skulum ekki taka meiri tíma í kappþjórum, þó það sé mjög skemmtilegt. Ok. Þá komum við í hluti sem að tengjast raun og veru bara beint verkefnunum sem það hafi verið að vinna. Ef að þið skiljið allar lausnir sem voru, ef þið skiljið og getið svarað öllum spurningum í verkefnunum sem hafa verið í vetur, þá þið í fínum málum með þetta. Create a complete relational database, þetta ekkert annað en create og fyllskrifta. Og ég get lofa ykkur því þið fáið ekki fyllskrift á prófi. Að skrifa það.
Write SQL commands to insert, delete and modify data. Við höfum eiginlega ekkert snert delete. Delete skrifiði hérna nokkurn veginn eins og update. Það delete table where þið eigið alltaf allir í röðinni. En ég get líka lofa ykkur því þið fáið ekki delete á prófi. Þess að við höfum ekkert coverað. En þið þurfið að geta skrifað insert og update bara alveg eins og það hafi notaðu í verkefnunum fram á þessu. Já? Allar lausnir verða að vera í Postgres syntax. Allar. Ef það keyrir ekki á Postgres, þá svarið ekki rétt. Já. Ekkert af prófunum sem við coveruðum ekki og bara í bókinni? Það ágætis líkur að því, jú. Nei, ég ætla ekki að taka delete af því að þið hafið ekki notað það í verkefnunum heldur. Ég tók það ekki í fyrirlestri. Það ekki í verkefnunum og það hefði verið gott að koma aðeins inn á það í fyrirlestri. En nei, ég get bara sagt ykkur að starf, ég tek ekki delete. En svarið bara, það eru ágætis líkur að það verði einhvað í prófinu sem ekki í fyrirlestri eða ekki í verkefnum vegna þess að allt námsefni til prófs. Það þýðir verkefni, fyrirlestrar og bók. Að því sögðu, þá prósentan sem verður ekki í fyrirlestrum og ekki í verkefnum ekki há. Það ekkert markmið hjá mér að semja spurningar sem ekki í fyrirlestrum eða verkefnum. En þegar ég fer yfir hvert efni námskeiðsins og hvað áhugavert að spyrja út úr, það ég ekki að hugsa um. Tók ég það ekki í fyrirlestri? Var það ekki örugglega í verkefni? Það ekki skilyrði. En á sjálfsögðu langflest af því sem ég spyr á prófi, annarkvort í einhverjum verkefnum eða í fyrirlestrum. Ég ekki að reyna að svína á ykkur, ég bara að reyna að prófa vel úr námsefninu. Write simple database views, stored procedures, triggers and transactions. Ef þið farið yfir verkefninu og skiljið þau vel, þá þið í fínum málum. Með þetta. Þess að verkefnin taka raun og veru langbest á þessu, þess að þau Postgres specific og prófið verður Postgres specific. Write queries in relational algebra and tuple relational calculus. Þið þurfið að geta skrifað tiltölulega einfaldar SQL fyrirspurnir og útfært þær líka í kalkulus og algebru og eins og ég nefndi í byrjun tímans þið þurfið að covera hluti eins og join og skilyrði, where skilyrði, predicates. Model data requirements and constraints using the ER model. Hér viljið þið hafa lausnina á verkefni 5 alveg á tæru og þið viljið hafa hluti sem kannski ekki 100% mainstream eins og aggregation, partial key, weak entity og má sjá. Og relationship constraint. Það að segja arity. Hvernig tengist þetta? Þetta einn á móti einum, einn á móti mörgum og svo framvegis? Þetta allt saman konsept sem þið þurfið að hafa á kristaltæru og þið viljið líka hafa ISA á hreinu. Það að segja erfðir. Með öðrum orðum, það ekki hjálplegt að mæti próf ef þið skiljið bara entity og relationship. Það mun ekki nýtast ykkur vel. En þetta allt saman, þið búin að leysa þetta áður og þið með lausn á þessu þannig að þið getið farið vel yfir það. Convert an ER model into a corresponding relational schema. Að geta skrifað creation skriftu, create table skriftu með lyklum og öllu saman upp úr ER-mynd. Já. Í svona dæmið að fáið þið litla ER-mynd og þið þurfið að skrifa SQL fyrir hana. Normalize a relational schema.
Þetta bara Project 5. Sjálfsögðu ekki sama stærðargráða, en þið megið reikna með sama flækjustig. Þið þurfið ekki að testa neitt með SQL þarna. Þið fáið með öðrum orðum functional dependencies gefins. En þið þurfið að geta fundið út hvaða lyklar þarna og á hvaða normalformi relationin. Select and create the appropriate indices for simple database queries and constraints. Þetta þá í krossaspurninga hlutanum og þið fengið líklega frekar spurningar eins og af hverju notum við indexa? Hafið svör við því? Hraða fyrirspurnin, afköst, já. Það eitt gott svar. En hvað fleira notum við þá í? Við notum þá bæði í consistency og isolation. Þegar kemur að consistency úr ACID, þá notum við alls konar constraints. Við notum check constraints, við notum indices. Það sé indexa, við notum index til að tryggja að gögnin séu einkvæm. Við búum til unique index á lykil og þá tryggjum við að þetta sé einkvæmt í töflunni. Svo við notum indexa meðal annars í þetta. Og við notum indexa líka í isolation. Munið þið hvað við notum index í isolation? Til að leysa hvaða vandamál? Í einu isolation vandamálinu þá læsum við öllum indexnum og meðan við gerum eitthvað. Það til að forðast hvaða vandamál? Já, concurrency vandamál. Það voru tvær leiðir. Annarkvæmt læstum við töflunni eða við læstum indexnum. Þetta sé að hluta í indexnum. Phantom problem. Við notum indexina í allavega þessa þrjá hluti. Afköst, consistency og þarna í isolation / concurrency. Same. Og þá komum við aftur að því sem við ræddum í byrjun. Hér sjáum við svolítið möppunina á hvernig prófið verður sirka uppbyggt, þessi hlutföllin, og hvaða learning outcome það tengist sem við vorum að fara yfir. Já. Sirka já. Ekki hengja mig á að þetta gangi alveg upp á prósentu, en þetta verður mjög nærri lagi. Þetta eru hlutföllin sem það eru að horfa á, þó það verður kannski ekki alltaf upp á prósentu. Þetta er uppbyggingin. Og þið sjáum eins og ég nefndi í byrjun að SQL og mjög tengdir hlutir eru cirka 60% af prófinu. En þetta líka, þetta sá hluti sem mun nýtast ykkur hvað best þegar þið farið að vinna við hugbúnaðargerð. Og þetta mjög mikilvægt að þið kunnið þetta vel. Númerið á learning outcomes. Númerið á learning outcomes. Hvaða learning outcomes, learning outcome 18, hvaða learning outcome tengist þetta? Svo þið getið farið aðeins yfir það sjálf. Og það sem þið fáið í prófinu cheat sheet. Það að segja blað sem nú þegar komið á MySchool undir annað efni sem og þetta einu gögnin sem megið hafa í prófinu. Og lesið það endilega yfir. Verið með það nokkuð á hreinu þannig að þurfið ekki að eyða tíma í það í prófinu. Þið hafið það í prófinu, en ef þið vitið nákvæmlega hvar hlutirnir eru á því, þá verðið þið fljótar í prófinu. Og það eru æfingapróf, þetta er bæði æfingapróf á MySchool, en síðan lokaprófið fyrir það líka á MySchool. Og prófið 12. nóv, klukkan 14:17, og reikni með að sjá mig cirka 2 svar í prófinu og ég ætla að reyna að vera að rölda inn hjá ykkur klukkan 3 og klukkan 4, þannig að þið hafið haft tíma til annars vegar að kynna ykkur prófið vel áður en ég mæti fyrsta skipti og að þið hafið tíma til að vinna úr því sem þið funduð eftir seinna skiptið. Svo ég reikni með mér svona, 4 til hálf 5 í seinna skiptið til þess að þið hafið einhver tíma til þess að klára hlutina sem þið viljið spyrja út úr. Ef þið eru ósátt við þessar tímasetningar, látið mig vita.
Þetta snýst bara að þetta nýtist ykkur sem best. Þá einhverjar spurningar? Já? SQL-spurningar ekki örugglega svona frekar en að byrja ambiguous, að sé bara ekki skilja það Nú ertu að spyrja málskilnings harðstjóran. Sko, ég ekki viljandi að reyna að svína á ykkur með flóknu orðalagi, alls ekki. En ég lofa ekki að orðalag sé alltaf ofboðslega einfalt. En ég kem náttúrulega frá kannski aðeins öðrum stað vegna þess að minn bakgrunnur bókmenntafræði. Ég tók 1,5 ár í bókmenntafræði sem gengur út á textaskilning. Svo ég verð kannski pirraður aðeins fyrr en flestir aðrir tölvunarfræðingar þegar fólk lesi ekki texta rökrétt. Og ég þarf bara að taka það upp í sjálfa mig. Þess að auðvitað á ég ekki að láta það pirra mig. Já? Ég svo lengi að svara. Það eitt sem ég langaði að nefna í viðbót. Það búið að spyrja mig hvenær gagn 2 verði kenndur sem fer út í afköstin á gagnagrunnunum og ég spurði Björn Þór að þessu í gærkvöldi og þegar ég var að fá hann til að lesa í lokaprófið mitt og það eru allar líkur á því að hann verði kenndur vorönn 2017, það er að segja vorönnina eftir ár. Ég hef bara ekki tíma til að kenna vorönninni, því miður. Ég nýbúin að flytja og verkefnalistinn frá konunni of langur. Reality. Já, varstu með? Já, duglegur. Verða SQL-bastardar? Ég get lofað ykkur því að þið fáið ekki flóknari fyrirspurnir heldur en þið fenguð í verkefnunum. En þið megið alveg reikna með því að fá fyrirspurnir af sambærilegu flækjustigi og eru í verkefnunum ykkar. Þegar þið munið að ég tók 2 bastarda í tíma til að sýningu bara hvað gerist þegar ég prjónið aðeins utan á flækjustigið. Þið fáið ekki það brútal fyrirspurnir. Þið fáið ekki doppul not exist eða eitthvað svoleiðis, það er að segja tvöfalda deilingu. Þess að endið ekki bara með 2 not exist heldur, hvað var það, 4 eða 5. Þið fáið ekki svoleiðis bastarda á prófi. Ég get lofað ykkur því. En eins og segja, allt flækjustigið sem í projektunum megið þið reikna með að sjá á prófi. En það á ekki að fara yfir það. En að því sögðu, þá megið þið líka alveg reikna með að sjá einhver önnur mynstur en eru í verkefnunum svo framalega að það sem við höfum farið í eigi að leiða ykkur að lausn. Þið þurfið ekki bara að muna verkefni, þið þurfið að geta hugsað ykkur út frá þessum hlutum. Þetta eru mynstur og þið þurfið að geta beitt þeim. En ekki, eins og segja, ekki hafa áhyggjur, ég satt ekki með kött og klapp á honum og hlóa minni samt í prófið. Ég að reyna að gera sanngjarnt próf, en að sjálfsögðu ég líka að reyna að hafa það ekki allt og létt. Bæði skólinn og stéttin tapar ef við endum með fullt af tölvunarfræðingum sem eru ekki nógu góðir. Og ef það eru engar frekari spurningar, vil ég spyrja meira? Þá langar mig að þakka ykkur bara kærlega fyrir veturinn og ég vil sérstaklega þakka ykkur sem mættu vel í tíma vegna þess að þið hafi gert fyrirlestrana miklu betri og skemmtilegri. Takk fyrir.